Fallega fólk, við erum með ketilskræk í settinu. Nei, grín, en samt ekki. Vilhjálmur, vandræðaskáld. Vili minn, vertu hjartanlega velkomin. Gaman að vera komin hingað til þín, Nóti minn. Óð, mikið svo gaman að fá þig líka. Já, það er vor í lofti, ég laus við ketilskeggið. Þetta er bara allt annað líf. Ég segi svo konan í heita pottinum, það er allt annað að sjá þig, Vili minn. Hún hélt langa ræðu yfir mér hvað þetta væri mikill munur. Já, sem þessi orð náttúrulega fólu í sig mikið óskaplega var hræðilegt að sjá þig. Já, hún tók það reynda fram, sko, hún vissi fyrst ekki að þetta væri fyrir hlutverkið. Nei. Og henni hefði verið létt þegar hún kom í leikhúsið og sá að þetta var á ástæðu. Já. Og bætti við, ég vona að þeir hafi borgað þeir aukalega fyrir. Og eftir þetta samtal hugsaður ekki bara, ég verð að safna svona skeggi aftur. Já, ég hugsaði það bara til þess að ergja þessa konur. En hvernig líður þér eftir ketilskræk? Er ekki pínu söknuður? Jú, það er eiginlega dálítið mikill söknuður. Ég bara veit eiginlega ekkert hvað ég á við mig að gera. Sem betur fyrir nóg að gera, en jú, ég sakna þess að sitja í hellinum með Skugga-Sveini. Já, horfa á hann borða svið. Já, svo fékk ég reyndar að borða augað á síðustu sýningunni. Ég frétti á því. Ég vildi óska að ég hef verið viðstaddur. Ég vil meina að ég hafi unnið leiksigur bara með því að kúast ekki og æla, sko, líkt og annað eins. Dásamt að þurfa að leika útlaga sem er að deyja úr sulti og fá svo allt í hann að borða. Já, það gekk einhvern veginn ekki að segja, nei, veistu, ég er bara góður þegar hann bauð mér. Það hefði verið úr karakter, sko. Fínu. Já. Þetta slapp fyrir hot og sem betur fyrir fara þetta bara ein sýning sem ég þurfti að gera þetta. Jón var búinn að borða augað 24 sýningar þarna á undan, sko. Þannig að samúð mín er hjá honum. En herðu, en þetta er að baki. Þetta er að baki. Dásamleg reynsla sem það var. Já. Og dásamleg sýning sem hún var líka. Já, mér finnst ofboðslega vænt þetta ævintýri allt saman. Gaman að taka þátt í þessu. Núna er bara alls konar verkefni. Nú taka nýja ævintýri við. Já, heldur betur. Og hver eru næstu ævintýri hjá Villa? Sko, næsta stóra ævintýri er á Bakkafirði af öllum stöðum. Það sem ævintýrin gerast. Það sem ævintýrin gerast. Ég er nú bara ekki gert svo frægur eins og að koma á Bakkafjörð, en núna 4. júní þá verður aldeilis húllum hæ á Bakkafirði. Við ætlum að vera með það er tvenns konar dagskrár. Daginn þá verður ljóðadagskrá helguð skáldunum úr Bakkafirði, Kristjáni frá Djúpalæk og Erni Arnarsyni í Skeggjastaðakirkju. Og það er Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson sem ætlar svona að fjalla skáldin og svo ætlum ég og kollegar mínir úr leikhúsinu, Þórdís Björk og Júlí Heiðar, við ætlum að svona gera lögunum við ljóð þessara skálda skil og lesa upp einhver ljóð og bara hafa gaman að þetta verður svona léttunóturum. Já. Og svo kvöldi þá ætlar sami hópur að vera með svona skemmtidagskrá og ennþá léttari nótum í gamla skólanum á Bakkafirði. Já. Þannig ég er gríðarlega spenntur fyrir þessu. Ég trúi því. Hvað ætlaði að fara að syngja? Ætlaði að syngja Píla Pínu? Það getur vel verið að við laumum henni þarna með og jafnvel svona þýðingunum eins og grænmetisvísunum úr Dýrunum í Hálsaskógi sem að Kristján þýddi svo snilldarlega. En svo það er bara svo gríðarlega mörg ljóð þessar skáldar sem eru sungin enn þann dag í dag. Ég meina bara Vor í Vaglaskógi kannski frægasta ljóðið hans Kristjáns, en svo bara svo mörg önnur, Sjómannavalsinn og Þórður sjóari og Einu sinni var og Örn á náttúrulega svo lítill fugl sem að bæði Vill og Elli sungu á sín tíma. Þannig að það er af nógu að taka. Þannig að Bakkfirðingar eru farin að hlakka til Hvítasunnuhelgarinnar. Já, ég vona það. Ég vona þeir mæti. En hvað, eru þið svo búin að útbúa dagskrá? Já, svo ætlum við að vera svo verður bara svona grín og glens og söngur og trall kvöldið. Já. Hopp og hí. Hopp og hí, já. Sko, nú þú náttúrulega búin að vera fyrst og fremst starfandi kannski sem orðsins maður. Já. Tónlistar og leikskáld og þess og þar. Já. En svo ertu, svo skyndilega tekur þú stóra stökki í vetur og ferð að leika svona mikið. Já, það er svolítið skemmt af því að ég byrja eiginlega þar. Byrjaði að leika sem krakki, ætlaði alltaf að verða bara svona hreinræktaður leikari. Já. En svo fór það að þvælast fyrir mér á unglingsárunum að vilja hafa eitthvað að segja líka. Já. Þannig að ég er svona
kannski komin dálítið aftur að upprunanum. Ég skil. En hérna, já, með svona einhverjum krókaleiðum. En það er ótrúlega skemmtilegt og gaman að fá að takast á við það, svona í bland við allt hitt. Og ég hef alveg séð því, þú farið vaxandi, þú náttúrulega, þið umskiptingar hafi verið að setja dásamlega sýningar og þar hef ég séð í 3 hlutverkum. Já, passar. Interessant. Já, jú. Já, einmitt. Og þannig að ég er alltaf búinn að vera að leika svona meðfram. Stóri munurinn kannski núna eins og í Skuggasteini þetta er fyrsta verki í langan tíma þar sem að ég skrifa ekki eigin rullu. Akkúrat, það er ekkert að segja. Nei, hann er maður bara að takast á við það sem að einhver annar sett á blað fyrir 160 árum. Já, akkúrat. Og reyna að tengja við það. Já, og gera sér mat úr því. Einmitt. Og það er náttúrulega gríðarlega skemmtilegt. Þegar þú klárar námið úti, það var leikaranám? Nei, það var í rauninni, þetta var í rauninni sviðshöfundarnám með áherslu á leik og leikritun. En ég blandaði þessu svona saman. Ég skil. Það er náttúrulega að henta þér algjörlega fullkomlega. Já, þannig að það var, ég reyndi að sníða mér stakk eftir vexti og svona áhugasviði. Einn vinur minn segir, það er engin hæðni eins góð og kald hæðnin. Ertu sammála því sem höfundur? Já, ég held að það sé besta hæðnin. Það er besta hæðnin? Já. Nei, þannig að þetta er og svo erum við náttúrulega að fara með fullorðin sýninguna sem við gekk 2 leikár, erum að fara með hana loksins í Þjóðleikhúsið í haust. Já, er hún að fara í kjallarann? Í kjallarann, Ég er rosalega spenntur fyrir því líka. Akkurat. Þannig að það er gott að vita að það eru verkefni sem bíður eftir Bakkafjörð. Já, og þú bara aðeins að þreiða þorran frá Hvítasunnu og fram á haustið. Já, þú kannski finnur nú einhver verkefni, er ekki eitthvað að gerast? Jú, það er brúðkaup sem þarf að veislustýra og skemmtanir sem þarf að skemmta og bara nóg að gera í sumar líka. Finnst þér gaman að veislustýra? Já, þegar það gengur vel, þá er það mjög skemmtilegt. Já, og svo koma inn á milli kvöld sem eru frá helvíti. Þá sem af hverju er ég að gera mér þetta. Já, akkurat. Já, þú þekkir þetta náttúrulega. Ó Guð, ég þekki þetta, já. Já, en það er mjög gaman, það er náttúrulega bara eins og í flestu. Það er gaman þegar það gengur vel og svo stundum óskar maður sér þess að vera eitthvað starf annars staðar. Já. En ég held að maður væri ekki í þessu nema því manni finnst þetta gaman. Nei, auðvitað ekki og það er alveg, þú veist, þetta kikk sem maður fær þegar maður svona, maður finnur að salurinn er alveg með manni. Já, einmitt. Og svo er náttúrulega allt öðru sér kikk sem maður fær þegar að mann er bókstaflega sparka át dyrnar nánast, þú veist að maður finnur bara að það er engin athygli á lífi, Nei, maður er alveg lent í því, og stundum er einhver ráð með að ég þá stundum brugð ef það er til dæmis allir bara andlega fjarverandi af einhverju ástæðu, Já, mögulega áfísneyslu. Já, mögulega, að þá er ég náttúrulega, það er styrkleiki að hafa píanóið með og geta þá bara hendi einhvern samsöng því að þá er bara eins og einhver hafi sett tíkall í fólkið og það bara lifnar við og syngur, Já. En það er oft einhver ráð en stundum er bara ekki hægt að gera neitt og maður bara situr í súpunni. Þetta er dásamlegt. Vandræðaskáldin, eru þið að? Við erum alltaf svona í og með, við erum bara bæði svo upptekin í alls konar verkefnum en við komum nú alltaf saman og gerum eitthvað inn á milli, Já. En svo bara, Sesselja er með fjölskyldu og svona nennir ekki jafn mikið þessari kvöldvinnu og ég þannig að svona þegar kemur að giggelsinu þá er ég svona tekið þetta meira orðið sóló. Þú ert viljúri. Já, ég er viljúri, mér finnst þetta svo gaman en þá. Já, það er mitt ég minnist þessi mitt þegar einhvern tímann sagði vinur minn mig, ég var alltaf að reyna að gera eitthvað með mér. Já. Það vildi ég óska að hann setti eins og 1 eða 2 börn, þá vissi hann hvaða maður er að koma. Já. Þá var ekki dvalið þess að þá gat maður svona ráðstaf tíma sínum bara svolítið sjálfur. Já, einmitt. Og ég er í þeim pakka, kann því bara vel. Já, það er svolítið gott að vera kongur. Já, einmitt og sama í leikhúsinu, að þá maður bara einhvern veginn getur maður helga sig vinnunni, eins og núna í Skuggasteini, þá er maður bara að hugsa það. Já, sem er svo dásamlegt. Já. Ok, hvað gerirðu, áttu þér engin önnur áhugamál heldur en að tróða upp?
Jú, gott, ég svona, mér gaman að hreyfa mig og svona reyna að sinna því, sko, hlaupa og alls konar. Og svo finnst mér gaman að horfa á góðar bíómyndir og það alls konar sem maður gerir og bara náttúrulega sérlegur áhugamaður það að fara út að borða með vinum mínum og alls konar þannig að ég svona listisemda maður. Þú ert maður hóláta, þú ert ekki maður meinlæta. Nei, ég held ekki, sko. Þetta svona, þú ert þægindaskepna. Já, einmitt. Og það svona, þessar listisemdir og líf og fjör sem við ætlum að fara með til Bakkafjarðar. Já. Það verði ekki það ég viss að listisemdirnar eru þar fyrir, sko, við ætlum bara að koma svolítið meira að þeim. Við ætlum að setja tíkalli listisemdirnar á Bakkafjörði. Já, heldur betur. Ég líst vel að enda lífið, sko, það ekkert vel langt. Það borgar sig að njóta allra þeirra listisemdar sem í boði. Ég segi það. Það alveg rétt hjá það. Já, svei mér þá. Þetta ekki góð lokaorð, Vilji? Ég held að senda fólk út í helgina með þetta. Það ekki? Ég held það. Já, njóta listisemdana í passli og hófisamt. Nákvæmlega. Já. Svo má deilum hvar það hófið liggur, sko. Akkurat. Þú finnir það mjög fljótlega morgunin eftir kvöldið aður. Það yfirleitt barómetrinn. Já, einmitt. Herra Ljúfurinn, takk fyrir að koma. Takk fyrir mig, gaman að sjá þig. Sömuleiðis og ég segi bara gleðilegt sumar í öllu þessum verkefnum. Já, sömuleiðis. Og úr vandræðum yfir í einhver skilaboð, trúi ég.